Ég heiti Einar Steingrímsson og ég sæki starf rektors Háskóla Íslands af því að mér dauðlangar til þess að bæta starfans, bæði hvað varðar kennslu og rannsóknir. Ég sjálfur menntaður í Bandaríkjunum, ég var í grunnnámi í University of Pennsylvania, þar sem ég lærði stærðfræði með heimspeki sem aukagrein og svo var ég í doktorsnámi við MIT. Síðan starfaði ég í 15 ár í Gautaborg við sameiginlega stærðfræðistofnun Gautaborgarháskóla og Chalmers Tækniháskólans. Og eftir það var ég 5 ár frá 2005 til 2010 við Háskólann í Reykjavík og síðan þá hef ég verið við University of Strathclyde í Glasgow. Það örugglega víða í Háskóla Íslands eins og í flestum háskólum talsvert af góðri kennslu en ég veit líka að mikið af kennslunni eins og hún í dag ekki eins og góð og hún ætti að vera í góðum háskóla. Og svo maður taki dæmi kennslu sem ekki nógu góð að þá veit ég að það eru til námskeiðir, jafnvel umfangsmikil námskeið þar sem fara fram bara með fyrirlestrum og hugsanlega einhverjum umræðutímum og eða dæmatímum í til dæmis í stærðfræðinni og þar sem eina námsmatið skriflegt lokapróf sem tekið í tímaþröng og þar sem ekki hægt að prófa það sem við viljum að nemendur sé að þjálfast í. Það sem góð kennsla gerir með góðu námsmati að þjálfa nemendur í að vinna verkefni því tagi sem að tilheyra þeirri námsgrein sem að ræða. Og þá þarf líka námsmati sem að stýrir að mjög miklu leyti því hvernig nemendur starfa. Það þarf að miðast að því að nemendur sé að vinna stöðugt og fái aðstoð kennara og endurgjöf þannig að þeir viti hvort þeir eru á réttri leið. Þetta það sem við þurfum að gera, við þurfum að breyta þessu í öllum skólanum. Þetta ekki hægt að gera með einhverjum skipunum ofanfrá, en það mun heldur ekki gerast nema forysta skólans taki þá ábyrgð á sínar herðar sem hún á að hafa að sjá til þess að það sé verið að vinna því að endurbæta kennsluna allstaðar. Það þannig að það eru mjög fáir ef nokkrir nemendur Háskóla Íslands eða háskóla yfirleitt sem eiga eftir að starfa í umhverfi þar sem þeir þurfa að leysa verkefni í mikilli tímaþröng og þar sem eru einangraðir frá umheiminum, hafa ekki nettengingu, hafa ekki aðgang að þeim gögnum sem að þeir eru að fást við og eru þar ekki bara að reyna að romsa upp úr sér einhverjum smáatriðum sem þeir hafa lært utanbókar. Þannig vinnur fólk ekki í dag og við eigum að þjálfa nemendur okkar í því sem að þeir eiga að vera færir í að gera. Ég hef talsverða reynslu af því að bæta kennsluhætti og það gildi bæði mín eigin námskeið sem ég hef ráðið yfir alveg sjálfur við að breyta kennsluháttum og bæta á heilum námsbrautum sem ég gerði í tölvunarfræði náminu í Gautaborg við Chalmers Tækniháskólann og ekki síst við að byggja upp alveg heilar námsbrautir frá grunni sem ég gerði við Háskólann í Reykjavík, bæði BS-nám í stærðfræði og meistaranám í stærðfræði og kennslufræði fyrir starfandi og verandi kennara. Leiðarljósið hefur alltaf verið að nemendur eigi að takast á við krefjandi og umfangsmikil verkefni af því tagi sem að viðkomandi námsgrein snýst og það hlutverk kennarana að aðstoða nemendur eftir fremsta megni við þessa vinnu sína. Kennararnir eiga að vera að hjálpa nemendunum við að þjálfast í að takast á við verkefni af því tagi sem að viðkomandi nám snýst en ekki fyrst og fremst að vera lögregla sem sektar nemendur með því að fella þá á prófi. Leiðarljósið alltaf þetta að kennararnir eru að aðstoða nemendur við að ná góðum tökum á því á námsefnu og geta orðið sjálfstæðir í vinnu sinni. Og það þarf að leggja mikla áherslu á þetta sérstaklega á fyrsta ári og alveg strax á fyrstu að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og það gerir maður ekki nema með því að þeir hafi mikla aðstoð kennara til að byrja með. Það skilar sér hins vegar mjög fljótt samkvæmt minni reynslu á síðari árum þegar nemendur eru orðnir sjálfstæðari og eiga auðveldara með að takast sjálfir á við erfið verkefni og vinna þau með þá minni aðstoð kennara. Ég veit að námslánamálin brenna á mörgum nemendum. Það að vísu ekki hlutverk rektors og rektor hefur engin völd til þess að breyta reglum námslán en ég get að minnsta kosti fullvissa ykkur að ég mun vinna af fullum krafti að því að gera námið í skólanu þannig úr garði að allir þeir nemendur sem að leggja sig fram og sem að fara eftir þeim leiðbeiningum sem að þeir fá frá kennurunum það hvað þeir þurfa að gera til þess að standa sig vel í námi, að þeir eiga góða möguleika á því að komast í gegnum námið og fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru. Það auðvitað svoleiðis að það eru alltaf einhverju nemendur sem að uppfylla ekki kröfunar. Það óhjákvæmilegt að nemendur falli stundum í námskeiðum. Ég leyfi mér eins og að segja ef að fallið umtalsvert meira en 10% þá eitthvað sem þarf að laga.
Það getur auðvitað verið að það séu of margir nemendur sem að hafa ekki nógu góðan bakgrunn eða sinni náminn ekki nógu vel og þá er það eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við og kannski þarf að takmarka inntöku í fleiri greinum en nú er gert. En það er eitthvað að ef það er stór hluti nemenda sem fellur eða eins og það er núna þegar það er stór hluti 30% sem að kemur ekki í nám á öðru ári eftir að hafa byrjað á fyrsta ári. Ég treysti mér sem sagt til að lofa því að ég muni vinna hörðum höndum að því að kennslan í öllum skólanum verði bætt verulega og einnig stjórnsýslan sem er mjög mikilvægt að þjóni alltaf akademiska starfinu, bæði kennslu og rannsóknum. Og þetta verðum við að gera, við verðum að bæta allt starf skólans, við getum gert það og við skulum gera það.